Sæl, nú skulum við halda áfram með Jarðfræði Íslands en fara nú út fyrir gullna hringinn og þá er það spurningin, eru einhver spennandi svæði í grennd við Reykjavík sem eru utan við gullna hringinn og það er svo sannarlega hægt að finna slík svæði og eitt þeirra er hér Hvalfjörður. Sérst, gullni hringurinn er hér, við erum búin að fara allan gullna hringinn og nú förum sérst upp í Hvalfjörð og hvað er svona merkilegt Hvalfjörð? Jú, ekki bara eru þau jarðform og ferli sem við hægt að sjá þar mjög merkileg sem slík, heldur þau hjálpa okkur að skilja það sem er að gerast til dæmis núna suður á Reykjanesskaganum. Það er jú ekki langt á milli hérna og þannig að Hvalfjörðurinn, hann hjálpar við að skilja þau jarðfræðiferli sem eru í gangi á virku beltunum í dag. Og það sem við gerum þá núna er við förum frá Reykjavík og stoppum á þessum stöðum 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Ég nefni þá ekki sérstaklega þessi númer þegar við komum þar en þið sjáum sér hvar við ætlum að stoppa og svipast Við byrjum hérna með því að horfa á vesturhlíðar Esju og ég ætti að segja ykkur það fyrst að sem sjáum hér eru skágangar og jarðhitaummyndun tengist megineldstöð, svo kallar Viðeyjareldstöð sem var virk hér og með miðju einhvers staðar hér fyrir svona 2,5, 6 milljón árum. Og við skulum þess að kíkja fyrst hér á skágangana og fara síðan aðeins norðar og kíkja á þessa lóðréttaganga og fara síðan niður á ströndina hér við Hvalfjarðareyjuna og skoða það sem við sjáum þar. Við skulum byrja á þessum. Svo hér eru vesturhlíðar Esju og við sjáum lárétt hraunlög en undir þeim eru þessir þunnu skágangar sem að hluta til leggja til hitann, eru hitagjafar fyrir þessar jarðhitaummyndir sem við sjáum. Þessi ljósflekkir hér eru jarðhitaummyndir, þetta var þessi jarðhitakerfi og þetta tengist allt saman megineldstöð sem var virk fyrir svona 2,5 milljón árum en auðvitað alla megineldstöð það lifa í 100.000 ár og jafnvel meira. Þetta er svona meðaltal fyrir ævina á þessar eldstöð þarna, hún var virk fyrir svona 2,5 milljón árum. Og þessi gangar eru þunnir, oft hálfu metri eða svo og flestir úr basalti, sumir úr þróaðri bergtegundum eins og andesíti og jafnvel líparíti. Þeir voru í gamla daga eða tíma kallaðir keilugangar, bæði á ensku og íslensku. Það var vegna misskilnings með héldu að sprungurnar sem þeir myndu, sem kvika mynda þegar hún brýtur sér leið, væru keilulaga en það er alls ekki, þannig að rétta nafnið sem er reyndar upprunalega nafnið eru skágangar. Síðan keyrum við aðeins lengra og hér við Tíðaskarð og sjáum lóðréttaganga. Nú, þeir eru margir úr djúpstæðri þró eins og ég sýni ykkur á eftir, en sumir, sérstaklega þeir þynnri og þróaðri, eru svo kallaðir geislagangar og þeir koma úr grunnstæðum kvikuhólfum. Og gangarnir sem eru utan við en eiginlegu megineldstöð, þeir eru svo kallaðir svæðisgangar, en við skulum kíkja aðeins betur á það nú til að átta okkur á þessum hlutum. Svo hér er skýringamynd af eldstöðvakerfi, dæmigerðu eldstöðvakerfi í rekbelti, eins og flest á Íslandi en ekki öll. Þar höfum við í fyrsta lagi kvikuþró sem er undir stórum hluta af eldstöðvakerfinu og þau getur 20 kilometra löng og kannski 5-10 kilometra á breidd. Og þar er frumstæð basaltkvika. Þakþróunar getur allt frá 10-12 kilometra dýpi eins og fundum undir Fagradalsfjalli niður í 15-20, jafnvel 25 kilometra dýpi.
Gangar sem koma beint úr þrónni eins og gerðist í Fagradalsfjalli eru yfirleitt mjög frumstætt basalt. Þeir eru yfirleitt þykkir og getur verið nokkuð langir. Gangurinn sem kom upp í Fagradalsfjalli, hann var svona á 2 km dýpi, það sem að stoppaði aðalega var hann svona 4-5 metrar á þykkt og 9 km langur. Inn í meginlegstöðunum sjálfum, svæðisgangarnir mest leitu utan við meginlegstöður, en inn í þeim sjálfum eru 3 tegundir af svona innskotslögum. Það eru geislagangar sem eru aðalega þá fyrir ofan miðhluta kvikuhólsins, þar sem að spennusviðið býður upp á lóðrétta ganga. Þeir eru yfirleitt þunnir, miklu þynnri heldur en svæðisgangarnir og úr þróaðri kviku. Þróuðu basalti með meiri kísilsýru og stundum úr andesíti og jafnvel líparíti. Síðan við jaðrana þá spennusviðið þannig, jaðran á kvikuhólinu, grunnstæða hér og hér, að ef kvika skýst inn þá sprungan hallandi, sprungan sem kvika myndar hallandi, nefnilega skágangur. Og stundum þegar skágangar eða aðri gangar hitta lagamót, þá sveigir kvikan af sinni venjulegu leið og fer eftir lagamótunum og myndar sillu sem líka kallað lagagangur í sín eina stika hér. Síðan höfum við þetta svona að á þessu dýpi þar sem að kviku hólfin eru, þar má sjá alla þessa tegundir af innskotslögum og við skulum nú kíkja á næstu mynd á þennan bláa ramma hérna. Við erum þar ekki á Vesturlandi eða Suðvesturlandi, heldur á Suðausturlandi, þar sem rofið dýpst. Og á 2 km dýpi þar getum við séð toppinn á gamla kvikuhólfinu, þennan topp hér, sem rautt hér, og síðan bæði geislaganga, lóðrétta, og hallandi skáganga. Hér sjáum við það, bæði á A og B. Sem sagt, þetta á 2 km dýpi, þarna hafa jöklarnir rofið dýpst inn í jarðskorpu Íslands. Og útkulnað kvikuhólfið sem við sjáum hérna toppinn á núna gabbro, djúpberg. Síðan eru mjög áberandi lagamót milli þess og skáganga og geislaganga. Og veggirnir hérna nálægt gamla kvikuhólfinu eru nánast algjörlega gerður innskotum, það 80-90% innskot. Gamla bergið, Grambergið horfið. Og hér sjáum við mjög áberandi geislagang, en allir þessi ganga hér og annan hér, en allir þessi ganga hér sem í veggnum eru skágangar. Og við sjáum það enn betur hér, þetta nær mynd svipum stað. Hér sérst geislagangur og síðan fullt af skágangur hér sem mynda þessa veggi. Við sjáum hér manneskju sem mælikvarða hér, stendur upp á geislaganginum og annar einstaklingur stendur hér í rauðum jakka. Og sama sjáum við hér á mynd A að hér einstaklingur sem stendur sem mælikvarði. Sem sagt, næst gamla hólfinu nánast allt bergið innskot, en síðan fellur fjöldinn eða tíðnin með fjarlægð frá kvikuhólfinu mjög ört. Og flest þetta mjög þunnt, kannski hálfum metri, og úr þróaðri kviku heldur að finnur í dæmigerðum svæðisgöngum fjarri megineldstöðinni sjálfri. Þessi megineldstöð sem Geitafellastöðin var virk fyrir svona 5-6 milljón árum. Hún við Hoffellsjökul og ein best rannsakaða forna megineldstöð á Íslandi. Nú höldum við eftir vegi 47 inn eftir suðurströnd Hvalfjarðar og næsti staður Hvalfjarðareyri. Svona eyrar myndast þegar að burðargeta sjávarins minnkar og setið fellur
á botninn og hleðst upp og myndar svona eyri eins og við sjáum hér og síðan horfum við yfir hérna og sjáum þá Skarðsey í allir sinni dýrð. Og eitt sem Skarðsey segir okkur strax að hæstu tindar Skarðseyjar eru í 1054 metra hæð yfir sjó. Það þýðir að rofið hér hlýtur að vera í öllu falli svo mikið. Í raun, eins og ég nefni á eftir, þegar við tökum tillit til holufyllinga og jarðhitaæða, þá má reikna út að rofið dýpst í Hvalfirðinum hafi verið svona 1200 metrar. Ekki eins mikið á Suðausturlandi en 1200 metrar. Hér erum við vestan við Hvalfjarðareyjuna á ströndinni og hér dæmigerður gangur, svona 1,5 metri að þykkt. Þetta eru stuðlasprungur sem myndast hornrétt á kólnaflötinn sem jú gamli veggurinn á sprungunni. Og stuðlasprungur eru láréttar í göngum og lóðréttar í raunum og laggöngum syllum. Við sjáum hér holufyllingar, litlar hér og holufyllingar æð hér og þetta má nota sem ég segi til að meta rofið því það raðar sér í belti eftir dýpt í jarðskorpunni og þannig má meta út frá beltunum á hvaða dýpi við erum fyrir neðan upprunalegt yfirborð. Hér líka á ströndinni vestan við Hvalfjarðareyjuna 3-4 metra þykkur gangur, þannig svolítið breytilegur í þykkt og svæðisgangur. Nú basalti stefnir norðaustur eins og flesti ganga þarna og hallar 80 gráður til norðvesturs. Upprunalega eru þessi gangar sennilega lóðréttir en síðan hefur staflinn allur, jarðlagastaflinn, hallast í átt að vesturgosbeltinu og þá gangurinn hallast í öfuga átt. Þessi gangur svipaður að þykkt og kannski svipaður að lengd og gangurinn sem stoppaði að mestu leyti á 2 kílómetra dýpi undir Fagradalsfjalli 2021. Sá gangur var 9 kílómetra langur og þykktin á honum hefur verið metin á 2 kílómetra dýpi svona 4-5 metrar, svo svipað það sem við sjáum hér. Sá gangur náði síðan sem örlítill fingur til yfirborðsins. Þar var hann upprunalega með 180 metra langur og með þykkt eða víddin á gossprungunni var 20-30 centimetrar. Þannig að bara brota þeim gangi sem stöðvaðist á 2 kílómetra dýpi. En sá sem stöðvaðist á 2 kílómetra dýpi sem ég segi ekki ósvipað þessum hér. Og þetta sem ég meina með því að segja að við getum skoðað það sem við sjáum að dýpi í rofnum hlutum jarðskorpunnar á Íslandi og borið saman við það sem virkt í dag til að átta okkur á því hvernig þessi ferli, hvernig þessi form að myndast á dýpi eins og til dæmis undir yfirborði Reykjanesskagans. Nú hér í vesturhluti vesturjaðar sama gangs og við sjáum mjög vel stuðlasprungurnar sem eru láréttar. Síðan sprungur rétt ofan við þessa konu sem stendur hér, jarðfræðing, og þær eru myndaðar miklu seinna, þessar láréttu sprungur. Þær eru myndaðar þegar að rofið var í fullum gangi, landið lyftist upp til móts við það og þá léttir á og svona sprungur, láréttu sprungur geta myndast. En gangar af þessu tagi eru ekki bara hitagjafar fyrir jarðhitakerfi því þegar þeir kólna niður og verða með sama hitastig og í grannberginu þá geta þeir leitt til dæmis grunnvatn. Stúdent minn, einn norskur og við mældum 100 ganga hér eftir öllum Hvalfirðinum og misgengi og jarðlög og annað slíkt fyrir mörgum árum síðan og það sem við fundum þar á suðurströnd Hvalfjarðar var að þykkasti gangurinn 25 metra þykkur, það gríðarlega þykkur gangur. En hann kann að vera kannski ekki svo ólíkur, trúlega þó þykkari, en gangur sem hefur verið að myndast, margfaldi gangurinn í gosunum í Sunnu 2023-2025. Þar hefur verið að myndast margfaldur gangur, gangur þar sem að kvikan kemur aftur inn í sömu sprunguna samsíða þeim hlutum gangsins sem þegar hafa myndast. Og sá gangur kann að vera einhvers staðar á milli 10 og 15 metrar, trúlega ekki eins þykkur eins og þessi 25 metra gangur.
en 20 kílómetra langur og það var sama með gangin í Sundhnúk, hann yfir 20 kílómetra langur. Þessi 25 metra þykkigangur kann að hafa verið 20-30 kílómetra og jafnvel 40 kílómetra langur. Gríðarlega stór og mikill gangur. Hér sýni ég síðan hvernig við mælum stefnu sem kallast strikujarðfræði, stefnu á jarðformum eins og gangi sem græna pílan sýnir og halla. Og hallin alltaf miðað við láréttan flöt, strikið yfirleitt miðað við norður, stundum nota svokallað áttarhorn, mælt frá norðri og allar hringinn, en stundum verða mælt norður og í austur og norður og í vestur. Þessi hefur norður-austur stefnu og halla 82 gráður. En eins og ég sagði áður, holufyllingar sem eru algengar hér, sumar fallegar, þær segja okkur hvað heildarrofið hérna og rofið hefur trúlega verið 1200 metra sem mest. Annað sem við sjáum hér persónu sem mælikvarða. Annað sem við sjáum hér að þessi gangur myndar kletta í fjörunni. Hann harðar heldur en grannbergið. Það oft þannig að gangbergið harðara en stundum að linnara og þá myndast skorningar eða gil. Það er ekki alltaf það sama, það er ekki alltaf að gangandi standi upp úr. Nú hvernig þróast svo gangar? Það fyrsta sem þurfum að hafa alveg klárt að gangar mynda sínar eigin sprungur. Það eru engar sprungur, togsprungur á 2, 3, 4, 5 eða 10 eða hvað sem vilja kílómetra dýpi sem bíð eftir því að kvika komi inn í þær. Þeir mynda sínar eigin sprungur. Og hvernig slíkar sprungur myndast? Þær myndast vegna þrýstings frá kvikunni. Og það sem kvikan þarf að yfirstíga togstyrkur bergsins. Og togstyrkur bergsins lítill. Hann mjög lítill. Berg veikt í togi. Það sterkt í samþjöppun en veikt í togi. Og þegar að sprungan myndast og slíkar sprungur eru myndaðar af fólki reglulega í iðnaði í dag því að bæði í jarðhitakerfum, svokölluðum hot dry rocks eða enhanced geothermal system sem eru víða erlendis en ekki á Íslandi, þar eru sprungur myndaðar til að auka lektina og þær eru myndaðar með vatnsþrýstingi og þróast með svipuðum hætti eins og berggangar þó vatnið sé ekki heitt og segja vatnsins allt önnur heldur en segja kviku. Þannig við þekkjum þetta vel og það sem gerist það að þegar að kvikan brýtur sér leið þá myndast jarðskjálftar bæði við endan á sprungunni á hverjum tíma og líka í veggjunum því að kvikuþrýstingurinn hann ýtir á vegginn og þar eru gamla sprungur, oft stuðlasprungur sem hreyfast og mynda jarðskjálfta. Og með því að fylgjast líkum jarðskjálfta sveimum, þá getum við metið hraðan á ganginum, hversu hratt hann brýtur sér leið. Og algengur hraði á göngum svona 0,1 til 1 metri á sekúndu. Það svipað og göngurhraði manneskju. Það að segja gangar, kvikufylltar sprungur sem þróast vegna kvikuþrýstings fara miklu hægar heldur en jarðskjálftasprungur. Þær fara 2-4 kílómetra á sekúndu. En hér tala 0,1 til 1 metra á sekúndu. Þetta gjörólíkur hraði sem við tala. Annað sem þurfum að hafa í huga að í tilfellinu með basaltkviku eins og hér, þá kvikan upprunalega 12-1300 gráður. Á síðan þegar gangurinn stöðvast, þá fer hann náttúrulega hitastig að falla og reynda meðan hann að þróast, þá fer að falla líka. Og þegar það komin í 1000 gráður, mjög hátt hitastig en lægra heldur en var í upphafi, þá telst gangurinn storkinn, þá hreyfist hann ekki meira. En stuðlasprungan sem þið sjá hérna, þessar láréttu, þær fara ekki að myndast fyrir kólnun hefur náð niður í svona 800 gráður og jafnvel neðar fyrir basaltkviku. Og síðan kólnunartíminn eða storknunartíminn háður þykktin á ganginum í öðru veldi. Hvað þýðir það? Ef við tökum dæmi,
Ef við tökum dæmi, ég nefndi 25 metra þykkan gang. Hann er þá 5 sinnum þykkari en gangur sem er 5 metra þykkur og því tekur það þykka ganginn 5 sinnum 5 eða 25 sinnum lengri tíma að storkna heldur en 5 metra ganginn. Og það getur tekið 100 og jafnvel 1000 ára fyrir þykka ganga að kólna niður í það hitastig sem ríkir í Granberginu og allan þann tíma eru þeir hitagjafar fyrir jarðhitakerfi. Síðan, þegar þeir orðnir kólna niður í Granbergs hitan, þá geta þeir auðvitað leitt grunnvatn. Það kemur seinna. Næst skoðum við laggang eða sillu sem er hér á Hálsnesi. Þær eru yfirleitt fæddar þá kviku sína frá göngum, stundum frá skágöngum og geta verið misþykkar, sumar geta verið allþykkar en 20 metra og jafnvel 100 metra en þessi nú ekki að þeirri stærðargráðu. Og sillur eru oft fyrsti vísir að kvikuhólfi, grunnstæðu kvikuhólfi. Sennilega verða flest grunnstæð kvikuhól til við það að þróast úr sillum eða laggöngum. En þá þarf að tvennt til, sillan þarf að vera svona sæmilega þykk í upphafi og fá nýja kviku reglulega. Og flestar sillur, flestir laggangar, þeir einfaldlega storkna. Þeir verða aldrei að neinum kvikuhólfum. Og ef við kíkjum nú á stöðuna eins og hún er á Reykjanesskaga, það eru sillur, einu eða fleiri hafa myndast undir Svartsengi á svona 4 kilometra dýpi og tengjast þessum eldgosum í Sundhnúk, þar sem margfaldur gangur hefur að myndast. En þær sillur eða sú silla hefur mjög litla möguleika að verða kvikuhólf. Hvers vegna? Vegna þess að svona atburði verða á hverjum stað á Reykjanesskaganum eins og Svartsengi kannski á mörg hundruð, jafnvel mörg þúsund ára fresti og löngu áður en næstu gangar fara að koma inn í silluna er hún storknuð niður og hefur enga möguleika að verða kvikuhólf. Þannig að það er ein ástæða fyrir því að rekið er svo hægt á Reykjanesskaganum vegna þess að deilist á mörg eldstöðvakerfi að það er ekkert grunnstætt kvikuhól svo vitað sé þar fyrir við komum austur að Hengli þar sem að rekið er aðeins hærra og hefur greinlega náð að mynda grunnstætt kvikuhól. Síðan sýni ég hér hallan með grænu örinni og hallin er í átt að vesturgosbeltinu, það er að segja í átt að Þingvöllum eins og er víðast utan við megineldstöðvar. Í megineldstöðvum getur hallin verið mjög óreglulegur vegna þess að það eru grunnstæð kvikuhól og gangar og skágangar og sillur sem tróðast inn í allar áttir. Hér horfum við norður eða norðaustur yfir Hvalfjörð og þá sjáum við rofnaeldstöð sem heitir Þúfufjall. Hún er hluti af Hvalfjarðarstöðinni og það virkar fyrir 2-3 milljónum ára. Ljósabergið sem sjáið hér er líparít en það sem kannski slær mest í augun er þessi litli tindur hér. Þetta er gamall gígtappi eða leifarnar af gömlum gígtappa. Og ég hef dregið hér mjög einfaldaða mynd, þetta veit ég ekki hvernig þetta leit út, en ég dregur hugsanlegar útlínur fjallsins eins og var áður að byrja að rofna og þá hefði verið gosrás hér upp lifuborðsins og þetta er leifarnar þeirri gosrás og oft það berg sem storknar í slíkum gosrásum, það er harðara heldur en bergið í kring og mynda þá svona tind eða tappa þegar að rofið fer í gang. Að auki er hér austan við Þúfufjall annað mjög merkilegt fjall sem heitir Brekkukambur og ég sýni ykkur það núna. Það er tiltölulega flatt á ofan og það eru ýmis ljóslög í þeim í Brekkukambi en þessi lög eru mikið til vatnasett. Það er að segja Brekkukambur að hluta til er myndaður í vatni, öskjuvatni. Það sést myndast askja inn í Hvalfjarðareldstöðinni og í þeirra öskju var vatn svipað kannski og öskjuvatn í Dyngjufjöllum.
og þar hlóðust upp setlög í vatninu, síðan hörðnuðu þau og inn í þau skutust innskotslög eins og ég sýni ykkur fljótlega og innskotslögin eru hörð og það er ein ástæða fyrir því að þetta stendur eftir sem fjall. Það rofnar síður heldur en það sem er reyndinni. En fyrst skulum við aðeins rifja upp pínlítið öskjurnar. Svo hérna sýni ég ykkur hálfa öskju og öskjur myndast þegar það verður til hringsprunga eða sporbaugslaga sprunga sem er misgengi ofan við jaðrana á grunnstæðu kvikuhólfi. Og við þurfum að hafa grunnstæð kvikuhólf og spennusviði kringu það sem stjórnar því að það getur myndast slík hringsprunga. Og landspildan sem er innan við hringsprunguna sígur síðan ofan í kvikuhólfið. Hversu langt hún sígur, það ræst af hallanum. Oft þessar hringsprungur nánast lóðréttar, en stundum halla þeir aðeins inn hérna og stundum halla þeir út. Ef þeir halla út, þá getur þessi spilda farið alveg niður á botn á kvikuhólfinu, en ef þeir halla inn, þá stöðvast færslan á landspildunni fljótlega og síu verður ekki svo mikið. Þetta myndast vatn í öskjunni í Hvalfirði og þegar eldvirknin þar dó síðan út í eldstöðinni, svona snemma á ísöld, þá tóku jöklarnir að rjúfa það sem þar var og eftir standa í dag Þúfufjall og Brekkukambur sem fjall vegna þess að Þúfufjall hefur jú bergtappan sem er harðari og sterkari gagnvart rofi heldur en Grannbergið og síðan eru mörg innskotslög í Brekkukambi sem hafa veitt fjallinu styrk til þess að standast rof og við sjáum þessi innskotslög hér. Þetta er alls konar innskotslög, skágangar, syllur, lóðréttigangar eða berggangar og þetta veitir þessu svæði, þessum hluta bergsins styrk og er ein aðalástæða fyrir því að stendur uppi sem fjall eftir rof ísjaldajökla. Hér horfi ég síðan inn Hvalfjörðinn og helstu fjöllin þar eru jú Þyrill, Hvalfell, Múlafjall og Botnsúlur. Og segi ykkur strax að Þyrill og Múlafjall eru aðalega fjöll vegna rofs jöklana. Botnsúlur er að hluta til myndara rofi en eru hluta til vegna uppleiðslu undir ísaldajökli. Þetta er móberg að mestu leyti og orðið til við gosandi jökli og Hvalfell en meira því Hvalfell er dæmigerður móbergsstapi. En nú skulum við skoða hérna mjög fallegan lítinn sigdal sem ég sýnt ykkur áður en er mjög lærdómsríkur það hvernig svona sigdalir og misgengi geta litið út á dýpi í jarðskorpunni. Sem sagt við förum hérna inn í Brynjudal og horfum í staður 5 hér og horfum í norðaustur á lítinn sigdal sem er hér. Hér er fyrst fjarlægðarmynd af honum, það sýnir bara 2 jaðarmisgengi og síðan sigdalur svo 170 metra breiður, þetta er lítill dalur. Hér er fallið niður 30 metra svipað og Almannagjá á Þingvöllum. Þetta hraunlaug hér, svo er innskotslög hér, hraunlaugin eru nokkuð lárétt með lítinn halli í átt að vesturgosbeltinu. En það er áberandi leiðarlag, brotabergslag hér, brúnt, sem var auðvelt að nota fyrir mig og mína stúdenta til að mæla færslunar. En síðan kemur ljós þegar við förum nánar hér inn í sigdalinn að það er ekki bara eitt misgengi á þessum hlutunum, austurhlutunum, heldur eru 3. Það er 1 hér vestast, mjög áberandi, en síðan eru 3 önnur misgengi hér. Við skulum kíkja aðeins betur á þetta. Hér er leiðarlagið. Fellur niður 30 metra, síðan fylgjum við hér, það rís hér í siglingi 2 6 metra og síðan í siglingi 3 15 metra og siglingi 4 sem er þá hitt í aðalmisgengið 8 metra. Svo meðal hallin á þessum siglingum er 70-71 gráða. Augljóslega siglingi 1 hallar til austurs en hinn hallar til vesturs. Og leiðarlagið er mjög auðvelt að rekja. Og við einfaldlega löbbuðum upp hérna og notuðum hallamál til þess að mæla hver munur var að hæð yfir
yfir sjó hér og hér og reyndar við gengum þá og notum svona hæðina á okkur sjálfum til að mæla þetta. En hér er mjög auðvelt að mæla færslurnar á þessu misgengi. Og þetta sýnir okkur hvernig svona misgengi, 30 metra misgengi, geta litið út á 900 metra dýpi því hægt að meta rofið hér er svona um 900 metra fyrir neðan upprunalegt yfirborð jarðskorpunnar þar. Síðan horfum við aftur í norðaustur og yfir innsta hluta Hvalfjarðar og þá sjáum við fjallið Þyril sem er þekkt fyrir vindstrengi og hér hins vegar er mjög athyglisvert að sjá að það eru 2 meginlög sem mynda fjallið. Þau eru bæði dyngjulög, lög úr dyngjum og efra lagið er tiltölulega svona ljósgrátt en neðra lagið er dökkgrátt og lagamótin er mjög skýr og þau fara upp og niður og ég sýningu það betur rétt á eftir og það sem fara upp og niður þar eru þau skorin af misgengum. Það eru skorin af misgengum. Þar auki eru hér fyrir utan lagamótin á milli þessara dyngjurhrauna þá eru leiðarlög hér uppi sem við gátum nota til þess að meta færslur. Svo minn stúdent og ég, við lögðum út snið, lárétt snið, gengum hér eftir klettabeltinu 3 kílómetra og mældum alla ganga og öll misgengi sem hægt var að finna hér og þetta er fullkomin opna eins og við getum kallað það er að segja að það er allstað berg og þú missir ekki af neinu þannig að þetta er mjög gott svæði til þess að gera nákvæmar mælingar. Og hér er nærmynd af hluta af þyrlinum og við sjáum hér þar sem að eru áberandi gil eða skorningar í fjallinu, þar eru misgengi. Og við mældum í þessum 3 kílómetrum eða þessu 3 kílómetra langa sniði, mældum við 20 svona veruleg misgengi, þessar misgengi sem eru yfir allavega hálfu til 1 metri og upp í 20-30 metrar. En bara 2 ganga. Og þetta er algengt á Íslandi að það sem er mikið sígengi, það eru fáir bergangar og öfugt. Hvers vegna? Jú, vegna þess að það sem er mikið sígengi, það er gliðnun vegna plötunhyggsins, vegna flekanhyggsins, að mestu tekin upp af sígengjum og því engin ástæða fyrir ganga að tróðast inn þar. En þar sem að gangarnir eru ríkjandi, þar er ekki ástæða fyrir sígengja myndast svo mikið. Og þetta, eins og ég segi, þetta sést mjög víða en almennt hins vegar vex gangatíðinni með dýpt í jarðskorpunni á Íslandi. Almennt þegar það fer dýpra þá sé maður meira af göngum og minna af misgengjum. Hér er síðan aftur nærmynd bara til að sýna ykkur hversu skörp þessi lagamót eru. Hér er neðri dyngjan og hér er efri dyngjan og sjá að litamunurinn er mjög mikill og lagamótin milli þeirra eru áberandi skörp og báðar þessar dyngjur eru þetta runnar á hlýskeiðum ísaldar. Þetta er sett dyngjur vera til á hlýskeiðum. Þannig að það er áður til á hlýskeiðum ísaldar þess. Nú eru komin í Botnsdal og förum nú fljótlega að enda þetta erindi og hér sést tilkommikla fjall Hvalfell. Hvalfell er móbergsstapi og þess vegna orðið til við gos undir jökli og trúlega orðið til við gos fyrir 150.000 ára þar sem frá næst síðasta ísaskeiði. Það er því nokkuð svona rof á fjallinu en ekki mjög mikið og lögu þessir ennþá mjög klárlega stapalögu og það eru þetta hraunlög á toppnum og síðan móberg og óvæntanlega finnur maður Bólstraberg ef maður leitar vel einhvers staðar í giljónum hér. Það er frægur foss í Hvalfelli eða í ánni í Botnsá sem er Glymur og hann var lengi talinn hæsti foss á Íslandi, 198 metrar en er fallið en núna er Mosárfoss sem er við Vatnajökull 227 metrar talinn hæsti foss landsins. Á Botnsá kemur úr Hvalvatni sem er austan við
Hvalfellið og það er trúlega annað dýpsta vatn á landinu, 160 metra djúpt. Svo erum við hér komin inn í Brynjudal, bara til þess að hafa svona snögga yfirsýn yfir botnsúlur og við sjáum botnsúluna hér. Það er sérstaklega nokkru tinda sem mögulega eru þá harðari gagnvart rofi en bergi í kring. Við sjáum að þetta er meira rofið heldur en Hvalfell, enda er líklegt að þetta fjall hafi hlaðist upp fyrir svona 250.000 árum. Það er allmiklu eldra heldur en Hvalfell. En er semst að mestu leyti, eins og fjallið lítur út í dag, að mestu leyti orðið til við uppleyslu þó rofu þetta hafi mótað það og það rís hæst í 1093 metra yfir sjó. Og svo endum við þetta erindi hér í Botnsdal aftur og horfum hér á ána leiðast skógvaxnar hlíðar. Dalbotnar sem eru skógvaxnar hlíðar og ég ætla að benda ykkur á að aftur frá þessum gulu pílum sem sýnir að halli jarðlaga eða hraunlaga hér vex með dýpt í jarðskorpunni. Hallin er í átt að vestra-gosbeltinu en vex með dýpt og þetta er alls staðar á Íslandi þar sem maður er utan við áhrifasvæði megineldstöðva. Inn í megineldstöðvum eru fullt af stórum innskotum, kvikuhólf og þar að geru þar skágangar, syllur og lóðréttagangar. Þannig og jafnvel öskjur, þannig að þar er oft smá ruglingur í þessu en þessi regla gildir ekki alls staðar þar, það geta hallin verið óreglulegur, en utan við að fjarri svona áhrifasvæði megineldstöðva, þar er þessi halli reglulegur þannig að hann vex með dýpt í jarðlagastaflanum og er hér í áttina vestur-gosbeltinu. Og með þeim orðum segir einfaldlega þökk fyrir áhorfið og vonast til að sjá ykkur í næsta erindi.